Fyrir það fyrsta, þá hallastýrið aðeins of langt því að ég fór hérna heilu rifi fram yfir. Þannig að nú ætla ég að merkja þetta hérna niður. Þar sem að ég þarf að saga og reyna síðan að ná þessu réttu. Svona hefði ég viljað fá þetta af vængnum, sko. Nú ætla ég að slétta þetta hér, bara með sandpapír. Ég slétti þetta niður þangað til ég kem að rifinu. Nú að passa sig að gera þetta ekki það fast að maður þurfa að kreista þetta því að þá brotnar það. Svona, nú ég komin hérna mjög vel nálægt rifinu og ætla bara hafa þetta svoleiðis. Nú ætla ég að gera það sama og ég gerði á vængnum áðan. Ætla aðeins að slétta þetta. En það bara til þess að fá beinan flöt. Vegna þess að nú þarf ég að saga framan af þessu. Mismikið ofan og neðan. Þetta sem sagt vinstri hallastýrið. Það mjög gott að merkja það hérna. Vinstri og svona. Þá veit ég líka að þetta upp. Ég er búinn að líma 30 mm balsa á sárið í vængnum og nú þarf ég að líma 30 mm balsa á þetta líka. Það þýðir að ég þarf að saga þetta, skera þetta 6 mm inn frá efri brúninni og þá merki ég hérna niður 6 mm hér og 6 mm hér. Þetta þarf ég nú að skera. Það 6 mm vegna þess að 3 mm á ofan, 3 mm á vængnum, 3 mm á hallastýrinu, gera 6. Brýti þetta bara frá hérna. Á neðri brúninni þá þarf ég 6 mm pluss 6 mm en síðan þarf ég að gera ráð fyrir að hallastýri geti hreyfst, þannig að ég þarf 12 mm í viðbót, þannig að ég þarf 18 og þarna ef ég sýni þetta hérna á endanum, sjá, merki hérna svona 18 svona. Þá sést hérna hvernig þetta verður þá skáskorið, ekki beint. 6 hingað og 12 hingað, þannig að þetta 18 mm sem þarf til þess að gefa hallastýrinu færi á að hreyfast því að lömin verður hérna efst. Þá merki ég bara 18 mm hingað niður og 18 mm hingað. Svona. Og svo sker ég þetta líka. Nú ætla ég að halla hnífnum örlítið. Af því að þetta þarf hvort ég að halla allt saman. Svona. Nú get ég tekið þetta frá líka.
Svona. Og nú þarf ég bara að saga rifin. Það er auðvelt með smá púsukaupi og lítilli sög. Þá set ég sögina bara hérna á milli efri og neðri brúnar, dreg hana til mín og saga þetta. Þessi gamla sög er hætt að bíta, þannig að ég ætla að nota þessa hér. Svona, þá er rifið orðið eins og það á að vera. Nú sést náttúrulega ekki hvað ég er að gera. Svona. Og svo er það endinn síðast. Þá geta að losa sig við alla svona afskurði, því að ef það er eitthvað sem situr hérna á, þá kemur það til með að eyðileggja yfirborðið á balsam. Nú ætla ég að pússa þetta aftur. Svona. Og nú þarf ég að líma 3 mm balsa á þetta. En áður en ég geri það, þá ætla ég að merkja hérna. Þetta er að neðan. Hérna á að koma horn. Og ég get merkt það með svona smá réttskeið. Hvernig ætla ég að gera þetta svona? Svona. Þá veit ég hvar hornið á að vera. Þá er bara að finna til balsa sem ég get límt á þetta. Hann er hér. Það þarf álíka langt eins og hitt svona. Nú ætla ég að gera þetta bara auðvelt. Það er ekki þægilegt að vera að möndla með þetta svona í lausu lofti. Ég ætla bara að hafa þessa spýtu hér. Þennan balsa og setja lím hér á. Svo festi ég þetta bara hérna niður. Svo nota títuprjóna til að halda þessu niður í texið hérna. Og þarf ekkert sérlega marga. Þá geta að prjóna þetta aðeins niður hérna á endunum. Svo því ég veit að það er rif hér, það stingi hérna. Ef maður er að stinga þar sem er ekki rif, þá getur maður ýtt klæðningunni til. Þannig að það eru rif svona eins og hér og hér
og ég get það sett á móti. Svona, nú má þetta bara sitja hérna og ég get fært plötunum til því við getum haldið áfram að vinna á vægnum. Það er að harna hérna og á hallastýrinu, þá skulum við skera hérna innan úr þessu. Hjólastærið sem ég ætla að nota verður þó nokkuð langt á milli hjólana, það er 16 cm, 16,5 cm. Sem sagt kemur til með að ná alla leið hingað. Þannig að það er óhætt að skera úr þessu. Ég leyfi bara hjólastælskautum að ráða. Hnífurinn verður að vera þá nokkuð langt onni til þess að það gerist. Svona. Og ég get síðan hreinsað innan úr þessu með svona pússukaupi. Ég tók bara krossvið, heflaði, eða pússaði smá fleik hérna framan á þetta og nú get ég rennt þessu bara hérna ofan í og leyfti að hreinsa innan úr. Hjólastælið verður 4,5 mm píanóvír. Þetta fara að líta helviti vel út. Gatið fyrir þetta er hér og ég þarf að opna þetta aðeins lengra heldur en gatið er því að síðan ætla ég að loka þessu hérna. Það setja smá balsa hérna sikkur megin. Hérna er ég með einhvern afskurð. Tek hann í svona það bil breiddina. Passar akkurat. Svona. Nú get ég notað bara svona sekundulím til þess að líma þetta niður. Smá kvata og þá getur límt hitt. Þetta skar ég bara gróflega og svo renni ég smá sandpappír yfir þetta.
svona, þá verður þetta alveg eggslétt. Skera hérna líka, bara gróft. Sandpapír. Þá er, þá þarf ég að gera smá leirtingu hérna. Skar ég óvart niður, þannig að ég set smá lím hérna onni. Þetta er ansi sníður viðgerð, skal ég segja bara. Þurrka það sem er fram yfir. Og renni sandpapír yfir það, þannig að ég vil vera bara fínt sandpapír. Aðalmálið er að það fari sag ofan í rifuna sem það gerði þarna. Þá verður þetta alveg þarna klárt, með þess að fyllir upp í rifuna. Þá skulum við aðeins skoða hér. Ég ætla að færa myndavélina og við skoðum gatið fyrir servóið. Hérna þarf að gera gat. Og ég þarf að taka innan úr þar sem að ég hafði sett þar sem ég setti þarna bita til þess að taka við lokinu. Einfaldasta í heimi er bara að gera gat svona og þá get ég fundið nokkurn veginn hvar bitarnir eru. Fremsti bitinn er aðeins langt fram, þannig að ég má stækka þetta dálítið vel. Svona. Ekki gott að hafa þetta ofan í vagninum því að það heyrist í því þegar maður hristir hann. Og bara skera þetta. Svona. Nú veit ég að bitarnir hérna framan aftan eru 10 mm breiðir, þannig að ég get hæglega merkt 5 mm inn á þá og skorið það niður. Meira að segja að þegar ég komin 5 mm inn á þá, þá er breiddin á lokinu það bil 75 mm. Og ég ætla að hafa lokið sem sagt 75, þannig að ég miðja bara 75 sikkur megin. Þarna er 6 og þarna er 6. Það er 6 bara sikkur megin. Þá get ég tekið hér og hér. Ég gert aftur hér. Tekið hérna 6 og hérna 75. Nú veit ég að ég get skorið hérna og hérna fyrir lokinu. Ég ætla líka að hafa 75 á breiddina, þannig að ég get haft, ef að gatið hérna er 70 nákvæmlega, þannig að hérna hef ég 2,5 upp á hlaupa, sem er það bil svona. Það er erfitt að sjá þegar maður er gamall og svonlegs. Hérna.